að það sé erfitt að svona leggja næga áherslu á hversu mikilvæg nýsköpun er. Hún er bara forsenda framfara, hún er forsenda þess að við getum staðið undir því sem við viljum geta staðið undir. Það má færa sterk rök fyrir því að nýsköpun sé mikilvægasta heimsmarkmiðið því að nýsköpun og tækni framfarir þýðir að sífellt er hægt að gera meira fyrir minna og þar með minnka álagið og vistkerfi jarðar. Að baki heimsmarkmiðunum sá skilningur að misrétti sé engum til hagsbóta, heldur skapi félagslegan og pólitískan óstöðuleika. Jafnrétti undirstaða nýsköpunar og hagsældar. Öll framþróun sem á stað í þjóðfélagi, hvort sem það Íslandi eða eitthvað annað þjóðfélag, byggist á því að það sé stöðugt að koma einhverju nýjum grinn í það og vera að þróa hluti sem að geta bætt líf okkar. Og grunnurinn öllu því nýsköpun. Án slíkrar nýsköpunar þá myndi atvinnulífið staðnast algjörlega og við myndum ekki finna hagkvæmari lausnir til þess að takast á við vandamál morgundagsins heldur en við eigum í dag. Góðir innviðir forsenda nýsköpunar því að þeir eru hluti af almennt góðum lífsskilyrðum og samkeppnishæfi samfélaga og getu þeirra til að stunda nýsköpun. Hagnýting hugmynda og nýsköpun náttúrulega, það má segja, forsenda framþróunar hjá samfélagum. Hvort sem það í rannsóknum eða í viðskiptum eða tækniþróun eða velferðarmálum eða hvað sem það er. Hugvitið sem býr til dæmis á Íslandi mjög mikið. Það náttúrulega svo mikilvægt að stunda grunnrannsóknir sem eru þá forvitni drifnar og líka þú innsæi og leiðbeinendur hafa innsæi og yfirsýn að leiða þig á einhverja spennandi brautir þar sem eitthvað mikilvægt getur gerst. Og keðjan svo sem aldrei sterkari heldur en bara veikasti hlekkurinn. Þannig að grunnrannsóknir eru auðvitað einn hlekkur í þeirri keðju. Og þess vegna skipta þær auðvitað höfumáli í allri þróun og gerjun og því sem að síðan verður og byggt ofan á og svo samband við atvinnulíf og öll þessi tengsl. Það ómetanlegt að takast það að breyta því sem upphaflega grunnrannsóknir yfir í nýja tækni og ferli. Því það elementir með þessa nýsköpun að svolítið hafa hugrekki til þess að taka svona skrifi ykkur átt sem að veit ekkert nákvæmlega hverju skila en treysta því að það mun koma eitthvað óvænt og skemmtilegt upp á því. Ég þreytist ekki á að segja að nýsköpun sé ekki lúxus heldur nauðsynleg. Nýsköpun ekki eitthvað sem svona notalegt að hafa í og með, hvort sem það í hugsun hjá hinu opinbera þjónustu við borgarana eða hvaða atvinnugrein sem Hún forsenda þess að við getum leyst þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir, hvort sem það á sviði loftslagsmála, öldrun þjóða, breytinga á störfum og þeim svona breytingum á samfélaginu sem við horfum framan í. Ráðherra, góði gestir, ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessa fundar hér sem sá þriðji í fundaröð Háskóla Íslands heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Og það virkilega gaman að sjá hversu margir eru komnir hér saman í dag. Og í dag ætlum við að beina sjónum okkar að heimsmarkmiði númer 9 sem snýr að nýsköpun og uppbyggingu, en það verða þau Rögnvaldur Jóhann Sæmundsson, prófessor í iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild Háskóla Íslands og Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar sem munu flytja hér erindi. Í þessari fundaröð, Háskólinn og heimsmarkmiðin, tökum við fyrir eitt heimsmarkmið einu og teflum fram mörgum af okkar færustu fræðimönnum úr atvinnu og sérfræðingum úr atvinnu og þjóðlífi. Þetta sem fyrir segir þriðji fundurinn í fundaröðunni, en mér langar að segja ykkur frá því að það margt annað spennandi í pípunum sem tengist heimsmarkmiðunum hér í Háskóla Íslands. Til dæmis eigum við nú í samstarfi við nemendur fund sem þau munu halda eitt heimsmarkmið að eigin vali og þeirra sýn á það málefni. Við erum ennfremur að undirbúa ráðstefnu heimsmarkmiðin þar sem útgangspunkturinn heimsmarkmið 17, þar sem rætt samvinnu heimsmarkmiðin öll. Þá hefur líka verið sett af stað vinna innan Háskóla Íslands við að skoða hvaða háskólar erlendis
hafa staðið sig vel í að nýta heimsmarkmiðin sem leiðarljós í grunnstarfsemi sinni, það er rannsóknum og kennslu. Við viljum nefnilega gjarnan sjá og læra af öðrum hvernig við getum lagt okkar lóð á vogarskálarnar við lausn á þeim risastóru áskorunum sem bíða okkar og sem heimsmarkmiðin lýsa. Háskólasamfélagið verður að vera virkur þátttakandi ef raunverulegur árangur á að nást. Þannig að það er margt spennandi á döfinni sem ég hlakka til að deila með ykkur síðar. En örstutt að efni dagsins í dag. Mikilvægi nýsköpunar við lausn þess vanda sem við stöndum frammi fyrir verður seint ítrekað nægilega. Ég trúi því að það sé í gegnum nýsköpunina sem okkur sem samfélagi gefst tækifæri til að snúa vörn í sókn, að snúa þeim vandamálum og áskorunum nútímans sem á stundum virðast risastórar í tækifæri og lausnir sem geta svo orðið forsendur þess samfélags sem börnin okkar munu byggja. Heimsmarkmiðunum verður ekki náð án nýsköpunar og án nýsköpunar stöndum við örugglega varnarlaus gagnvart þeirri vá sem vísindamenn og fræðafólk hefur í áraraðir varað okkur við. Það er svo alveg ljóst í mínum huga að samfélög sem vilja leggja áherslu á nýsköpun verða að efla vísindi og rannsóknir. Þar eru undirstöðurnar eins og við þekkjum og höfum óteljandi dæmi Nægir bara að nefna stöndug fyrirtæki eins og Marel, flaggskip íslensks hugvits og nýsköpunar og nýrri verkefni eins og Oculis, Carbfix, Taramar og Heilsugreind, öll sem urðu til hér í Háskóla Íslands. Og dæmin eru auðvitað fjölmörg en við viljum fjölga þeim enn frekar hér í Háskóla Íslands. Þess vegna höfum við lagt áherslu á uppbyggingu vísindagarða hér í Vatnsmýrinni sem við viljum að verði samstarfs- og samvinnuvettvangur atvinnulífs og vísindasamfélags. Við vitum nefnilega og þekkjum þá krafta sem hægt er að leysa úr læðingi með slíku samstarfi, grunnrannsókna og atvinnulífs. Kennslan skiptir líka gríðarlegu máli. Nefna má að sérstök meistaranámsleið í boði í nýsköpun og viðskiptaþróun hér í Háskóla Íslands undir stjórn Magnúsar Þórs Torfasonar og Rögnvalds Jóhanns Sæmundssonar. Einnig bauð Háskóli Íslands í fyrsta skipti nú í vikunni upp á afar vel heppnað námskeið undir nafninu Kveikja, námskeið í nýsköpun fyrir grunnnema á 3. ári á öllum fræðasviðum. Í Kveikju öðlast nemendur aukinn skilning á áskorunum samtímans og vinna að sameiginlegum lausnum þvert á námsleiðir og í samstarfi við öfluga leiðbeinendur úr háskólanum og atvinnulífinu. Við erum svo heppin að hér í dag með okkur sennilega dyggasti talsmaður nýsköpunar hérlendis, eins og kom fram í myndbandinu hér á undan, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar. Áður en við hlustum á megin erindin 2, langar mig að bjóða ráðherra innilega velkomna hingað til þess að taka til máls. Kærar þakkir. Komið sæl. Gaman að sjá hvað er vel mætt hérna í dag. Það gleður mig auðvitað að fá að taka þátt í fundaröð Háskóla Íslands heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Og það er sérstaklega gaman að fá að taka þátt í umræðunni í dag, þar sem markmið númer 9 nýsköpun og uppbyggingu tekið til sérstakrar umfjöllunar. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun voru samþykkt af fulltrúum allra aðildarríkja árið 2015 og markmiðin eru 17 og taka bæði til innanlandsmála og alþjóðasamstarfs á gildistímanum. Heimsmarkmiðunum ætlað að mynda jafnvægi milli 3 stoða sjálfbærrar þróunar, hinar efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu. Þá fela þau einnig í sér 5 meginþemu sem eru mannkynið, jörðin, hagsæld, friður og samstarf. Heimsmarkmiðin eru þannig alvörumarkmið sem okkur ber að taka alvarlega og sameinast Og það er ekki nóg að skreita sig með þeim á tyllidögum, heldur eigum við að taka þau til umfjöllunar á vettvangi sem þessum og nýta þau til sem hvatningu til góðra verka. 9. markmiðið, nýsköpun og uppbygging,
hvetur þjóðir heims einfaldlega til að breyta innviðum og leggja áherslu á nýsköpun. Þessi hvatning talar að sjálfsögðu beint til mín sem ráðherra, en ég hef í starfi mínu gert mitt til þess að leggja alla áherslu á mikilvægi nýsköpunar á öllum sviðum atvinnulífs og samfélags. Nýsköpun er einfaldlega lykillinn að samkeppnishæfni okkar á alþjóðlegum vettvangi og hún er forsenda þess að við getum tekist á við áskoranir nútíðar og framtíðar. Nýsköpun er þannig ekki bara eitt af markmiðum Sameinuðu þjóðanna, heldur einmitt eitt af öflugustu verkfærum sem við höfum til að ná fram þessum sömu markmiðum. Við þurfum nýja hugsun, nýja nálgun, nýja hönnun og nýja lausnir ef okkur ætlar að takast að byggja upp sjálfbært samfélag til framtíðar. Í haust kynnti ég nýsköpunarstefnu fyrir Ísland og í þeirri vinnu höfðum við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna til hliðsjónar og að leiðarljósi og það sama á reyndar líka við aðra stefnumótun á vegum míns ráðuneytis, til dæmis ferðamálastefnu og orkustefnu sem nú er í vinnslu. Heimsmarkmiðin er einfaldlega mikilvægt leiðarstef, bæði stefnumótun og áætlanagerð stjórnvalda hér á landi, svo sem við undirbúning fjármálaáætlunar sem er einmitt í gangi núna. Heimsmarkmið 17 taka mið af heimsbyggðinni allri og þess vegna geta einstök atriði þeirra átt misvel við okkar litlu þjóð. Það er samt sem áður áhugavert að í markmiði 9 nýsköpun og uppbyggingu eru mælikvarðarnir almennt mjög kunnulegir og í flestum tilfellum í takti við áherslur okkar og markmið. Í nýsköpunarstefnu sem við kynntum í haust leggjum við áherslu á hugvit og færni einstaklingsins sem mikilvægustu uppsprettu nýsköpunar. Við viljum auka þekkingu, hugvit og gagnrýna hugsun en líka frumkvöðlamennsku og sköpunargleði í öllum atvinnugreinum land allt. Eitt mikilvægasta hlutverk stjórnvalda er að finna þessari þekkingu og sköpunarkrafti frjósamt umhverfi og farveg svo atvinnulíf okkar og samfélag þróist og eflist á sjálfbæran hátt. Við viljum þannig stuðla að því að ný störf skapist í þekkingagreinum og nýsköpun og auka útflutningsverðmæti á grunni nýrra færni og hugvits. Og þá er ekki síður mikilvægt að nýsköpun og uppbygging innviða stuðla að góðum lífskjörum hér á landi. Að hér sé einfaldlega gott að búa. Allar þessar áherslur koma fram í heimsmarkmiði nr. 9. Og í því markmiði til að mynda fjalla mikilvægi þess að auka útgjöld til rannsókna og þróunar og efla tæknigetu atvinnugreina. Þessi markmið þekkjum við vel úr umræðinu hér heima. Hlutfall útgjalda til rannsókna og þróunar er þessa mundir rétt yfir 2% af vergri þjóðarframleiðslu og við erum þar á pari við meðaltal Evrópuþjóða. Við höfum sett okkur markmið að hækka þetta hlutfall frekar og í þeim tilgangi höfum við á síðustu árum aukið skattalegan stuðning til fyrirtækja sem að stunda rannsóknir og þróun. Við viljum líka vera vissum að þessi skattalegi stuðningur sé raunverulega skila sér í auknu rannsókna og þróunarstarfi og erum í samvinnu við fjármálaráðuneytið að fara af stað með könnun á áhrifum þessi stuðnings á atvinnulíf í landinu. Í markmiði 9 líka kveða á eflingu þekkingariðnaðar og aukið hlutfall hátæknifyrirtækja í atvinnulífi. Og í þessu sambandi er mikilvægt að sú þekkingasköpun og þær rannsóknir sem að fara fram á vegum háskólana skili sér á öflugan hátt út í samfélagið. Við verðum að vera duglega að byggja nýjar og fleiri brýr milli háskóla og atvinnulífs og þær brýr eiga að vera byggðar á nýrri þekkingu og færni að sjálfsögðu með sjálfbærni að leiðarljósi. Aukin áhersla á nýsköpunarfræði innan Háskóla Íslands er mikilvægur þáttur í þeirri viðleitni og við hlökkum til aukins samstarfs á þessu sviði. Og stofnun Auðnu tæknitorgs fyrir ári síðan var líka mikilvægt skref í þessa átt og ég gæti auðvitað talið hér upp fleiri dæmi. Þá er í markmiði 9 líka rætt mikilvægi þess að minnka kolefnisspor í atvinnulífi og verðmætasköpun. Hér getum við státað okkur af athyglisverðum árangri, svo sem í tengslu við CARP-X-verkefnið sem að Berglind Rán Ólafsdóttir mun væntanlega segja okkur meira frá hér á eftir. CARP-X-verkefnið er líka gott dæmi hvernig áherslur í markaáætlunum stjórnvalda geta skilað sér í auknu klasasamstarfi og aukinni tengingu háskólasamfélagsins við stofnanir og atvinnulíf. Ég gæti haldið lengi áfram með dæmum það hvernig heimsmarkmið nr. 9 kemur sögu í margs konar verkefnum okkar í stjórnarráðinu, en ég ætla að láta hér staðar numið og láta sérfræðingunum eftir að fara betur yfir málin. En aðalatriði í mínum huga er að við þurfum nýsköpun og ennþá meiri nýsköpun og hún er einfaldlega nauðsynleg og það skiptir líka máli að ná fram skuldbindingu almennings og skilning á því hvað er nýsköpun og af hverju er hún mikilvæg og hvar er hann að finna og hvernig keyrir hún áfram breytingar og það sem við þurfum að gera og sjá í okkar samfélagi. Stundum fæ ég á tilfinninguna að nýsköpun sé svona hugtak eins og innviðir, það bara hljómar rosa vel og allir eru til í að segja það rosa oft,
en það skiptir máli að allur almenningur, sama hvar hann staddur í samfélaginu, hvort hann ungur eða gamall, sama í hvað atvinnugrein hann sama hvaða kerfi hjá hinu opinbera hann að nýta eða hvar hann býr og svo framvegis, að við tengjum öll við nýsköpun og hvaða tækifæri það hefur upp á að bjóða. Og það að miklu leyti sömuleiðis verkefni sem við þurfum að vinna í samhengi við nýsköpunarstefnu. Það eykur líkur á því að við séum öll þá að ganga í takt. Vegna þess að nýsköpun nauðsynleg ef okkur á að takast að byggja upp öflugt samfélag á stoðum sjálfbærrar þróunar, einmitt í takti við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Ég þakka fyrir mig. Kærar þakkir Þórdís fyrir þessi mikilvægu orð og við bara hlökkum til samstarfs við þig á þessum vettvangi. Skiptir okkur verulegu máli hér í Háskóla Íslands. En nú komið að fyrra megin erindi dagsins og það Rögnvaldur Jóhann Sæmundsson, prófessor í iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði. Þetta alltaf svo langt nafn hér en þannig það. Og Rögnvaldur lauk prófi í rafmagnsverkfræði frá Háskóla Íslands 1991 og hóf þá störf hjá Flögu, fór strax út í sprotageirann og ég naut þess einmitt að starfa lítillega með þér þar, sem mjög áhugavert verkefni í svefnrannsóknum og mikilvægur sproti fyrir Ísland. Síðan lauk hann meistaraprófi í verkfræði frá Háskóla Íslands og þar á eftir lauk doktorsprófi frá Chalmers í Svíþjóð 2003. Og Rögnvaldur hefur starfað hjá Háskólanum Reykjavík, Össuri og síðan núna hjá Háskóla Íslands og ég nefndi einmitt þessa meistaraprófslínu sem mjög mikilvæg og hann hefur stýrt ásamt Magnúsi Þór Torfasyni. En ég bara býð þig innilega velkomin að koma hér og tala, Rögnvaldur. Þakka fyrir Jón Atli og ráðherra og rektor og góði gestir. Gaman að sjá okkur öll. Það setið hér með veggjum eins og í gamalli baðstofu sem skemmtilegt. Þá kannski, ég veit ekki hvort að háskólinn baðstofa nútímans þar sem við hittumst og ræðum málin og rifjum upp forna glæsta tíð og stefnum til framtíðar. En það væri gott ef svo væri. Viðfangsefnið markmið 9. Nýsköpun og uppbygging. Þórdís og Jón Atli hafa nú bæði fjallað heimsmarkmiðin en mín túlkun á þeim á þennan hátt. Ég vil kalla þetta heimsmarkmiðin 17 eru ákall til allra ríkja að dreifa velmegun og á sama tíma vernda jörðina. Og það akkurat þar sem að nýsköpun kemur inn eins og hefur verið minnst á og innviðir sem það efni þessa undir markmiðs. Nýsköpun í raun og veru leið til þess að dreifa velmegun. Dreifa í raun og veru efnislegum gæðum, því það það sem fókusin á hér í þessu markmiði. Raun og veru hvernig nýsköpun getur raun og veru dreift efnislegum gæðum til sem flestra án þess að ganga á mikið á jörðina. Því það það sem við stöndum frammi fyrir. Við getum í raun og veru ekki haldið áfram eða nýtt okkur allt sem við höfum byggt upp fyrir ákveðna hluta heimsins. Við getum ekki dreift í til allra í heiminum, það gengur ekki upp. Þannig við þurfum að finna nýja leiðir á leið eins og Irma kom inn á áður, að við getum, það rauninlega forsenda í raun og veru sjálfbærninar þessi dreifing leið og við stöndum fyrir ákveðnum vandræðum í sambandi við hversu mikið við höfum ásælst í jörðina. Og það sem ég langar að tala hér og við Berglind munum svona aðeins skipta með okkur verkum. Ég ætla aðeins að tala aðeins hvað snýst þetta markmið og aðeins að tengja það við hugmyndir okkar innviði og hvernig við hugsum nýsköpun. Vegna þess að það mín skoðun og eða réttara sagt, ég ætti kannski orðað það í ljósi erindi Finn Stelsen daginn, að fræðasamfélagið, þar að segja þeir sem eru að rannsaka nýsköpun, það mjög í deiglunni hvort við þurfum aðeins að endur hugsa hvernig við í raun og veru hugsum nýsköpun og hvernig við styðjum við nýsköpun, þar að segja stjórnvöld, þegar við erum að takast á við þessar áskoranir.
og það mjög frjó umræða núna búin að vera síðustu 10 árin. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá því, og það mjög mikilvægt fyrir okkur að fylgjast með því í framtíðinni. Þannig ég ætla að tala svona almennatriðin, Berglind kemur svo með skemmtilegu dæmin, þannig ég þurr og leiðilegur en hún verður mjög hress og skemmtileg. Þannig að þið skulu halda þetta út og svo tekur hún við. Bara að fara rætt yfir sögu varðandi markmiðin sjálf. Markmið 9, kallað nýsköpun og uppbygging, byggja upp trausta innviði, stuðla sjálfbærri innvæðingu og hlúa að nýsköpun. Og þessi 3 sem eru nefnt hér, 9.1, 9.5 og 9.C, alls þetta 8 undirmarkmið. Það af 3 sem snúa kannski sérstaklega að þróunarlöndunum. Og þetta eru áherslur Íslands. Ég ætla ekki að fara alveg í sauminn á því, nákvæmlega. Sömuleiðis, eins og Þórdís minntist á, þá hafa verið settið fram, eins og fyrir öll markmiðin, settið fram mælikvarða. Hvernig var að mæla árangur? Hvernig vitum við hvernig okkur gengur? Og þar Hagstofa Íslands búin að setja fram á vef sínum, tína til þessa mælikvarða, og líka tengja við þær gagnalindir sem til eru, ef þær eru til, og benda á það sem þær eru í vinnslu. Og þið sjá að þarna talsetta mælikvarðin sem nú þegar eru til. En það sem ég langaði í staðins að lesa upp þessa punkta, langaði aðeins að fara inn í saumana á því hvað snýst markmiðið í raun og veru? Hvað í raun og veru, hver svona heildarhugsunin í markmiðinu? Vegna þess að þegar maður les markmiðið fyrst, þá virkar það kannski hluta til sundurlaust. Og maður þarf í raun og veru að lesa meira til fylgiefni sem að fylgir markmiðinu á síðu Sameinuðu þjóðanna til þess að kannski átta sig hvernig þessir bútar hanga saman, vegna þess að þeir hanga saman og í ákveðnu og ég held að það sé líka mikilvægt til þess að gera okkur grein fyrir því. Að í raun og veru markmiðið, eins og ég túlka það, snýst ekki hvaða nýsköpun sem heldur ákveðna nýsköpun og það hefur raun og veru afleiðingar hvernig við viljum takast á við það. Og röksemdafærslan einhvern veginn á þennan hátt, dreifing hagsældar og verndun jarðarinnar forsenda þess að heimsmarkmiðið nást. Það svona mín túlkun að það raun og veru grunnatriðið. Dreifing hagsældar felur sér dreifingur efnislegum gæðum. Við erum fyrst og fremst um efnisleg gæði, ekki þau andlegu, við orðum þannig. Og það krefst raun og veru innviða. Innviðar raun og veru lykilatriði. Innviðir eru þau svona kerfi sem fá samfélögin til þess að virka í dag. Það krefst innviða og framleiðslukerfa sem vernda jörðina. Og vandinn að þeir innviði sem við notum í dag til þess að halda samfélögum okkar gangandi og við myndum þó þurfa að dreifa til annarra samfélag sem ekki hafa aðgang að þeim, þau eru ekki sjálfbær og þau vernda ekki jörðina, þvert á móti. Og þá líka við framleiðslukerfi sem eru framleiða þau efnislegu gæði sem við ætlum að dreifa til allra, meðal annars. Þannig að það vandamálið sem við stöndum frammi og það það sem krefst nýrrar þekkingar og nýsköpunar. Það krefst nýrrar þekkingar og nýsköpunar að dreifa, að umbreyta innviðunum, finna upp innviði sem að vernda jörðina og í raun og veru breyta og umbreyta framleiðslukerfunum þannig að þau verndi jörðina sömuleiðis. Nú sé ég enga klukku hérna. Það hefur verið mitt helsta mantra að allar kennslustofur sem ég kom í að það vel klukka alltaf bak við mig en ég vil hafa hana hérna á móti mér. En ég sé enga klukku hérna á skjánum, þannig að ég í blindflugi, þannig að ég vona að ég lendi farsællega. Allavega, innviðir eru mjög áhugavert. Þórdís sagði að innviðir var eitt af þessum orðum sem allir hefur gaman að segja oftar og oftar og eru ánægðir í hvert skipt sem þau segðu það, en innviðir hafa mjög svona forvitnilega, sögu, tengt við tæknibyltingar. Því að þó að það kannski ekki alltaf augljóst, við tölum tæknibyltingu gufuvélina, við tölum bílvélina og annað slíkt. Í flestum svona tæknibyltingum, hvort sem þeir eru 4 eða 5 eða 6, hvernig sem þeir eru taldar, að þá grunnatriðið þeim eru innviðir og yfirleitt nýjar tegundir af innviðum. Og þessir innviðir geta verið, þeir þurfa ekki að tengjast tækninni sjálfri, geta gert það. Til dæmis þegar í innbyltingunni sjálfri, þá skiptir miklu máli ákveðið net vega og síkja til þess að flytja vörur. Sömuleiðis járnbrautir. Rafmagnið kemur sem ný tækni og verður raun og veru grunnur að nýjum innviði til þess að dreifa orku. Þannig að það alltaf að koma fram nýjir innviðir. Innviðir eru ekki eitthvað sem hafa alltaf verið til, heldur það alltaf verið að búa á til og það verið endurnýjað. Þannig að það ekki neitt nýtt. Þannig að svo áskorun að endurnýja innviði eitthvað sem hefur gerst talsvert oft í sögunni, að innviðum hefur verið endurnýjað. Einhver innviður hefur komið skipt öðrum út, til dæmis. Það ekki lengur nota vatnsafl til iðnaðar eins og var gert. Það nota rafmagn fyrst og fremst til iðnaðar sem orkugjafi í iðnaði. Þannig að það ekki neitt nýtt
og Berglín og það mjög spennandi að sjá til hvað Orka náttúrunnar að gera á þessum sviðum. Þar eru vísir að nýjum tegundum innviðum sem eru mjög áhugaverðir og það verður eitthvað sem að vera áhugavert að fylgjast með. Annað að innviðir með tímanum hafa þeir raun og veru orðið flóknari og umbreyst. Það að segja að þessi hefðbundnu innviðir sem við þekkjum eru innviðir efnis og upplýsinga. Það að segja samgöngur, vatn og fráveita, orka, upplýsingatækni. Og það eru svona kannski þessu augljósu innviðir sem við erum að tala um og í markmiðinu þá fókusin fyrst og fremst á þessa innviði. Það mjög skipt í markmiðinu að það eru þessir innviðir, grunninnviðir, efnis- og upplýsingainnviðir sem að markmiðið snýst að umbreyta raun og veru til þess að geta nota til þess að dreifa hagsæld og það svona kjarni málsins. Þannig að það raun og veru þá hlutfallsleg verkefni. En það eru fleiri innviðir sem skipta líka máli og jafnvel getur maður velt fyrir sig hvort að þeir séu forsendur þess að þeir séu hægt að dreifa hinum innviðunum. Og það kannski opin spurning hvað hænan og ekki þar. Eins og þess að við kallum alls konar þjónustu innviðir, eins og menntakerfi, félagsþjónusta, heilbrigðisþjónusta og auðvitað fjármálaþjónusta geti verið nefnt hér líka sem dæmi. Og svo eru kannski það sem við getum kallað allra nýjustu innviðindir eða tegundir af innviðunum. Það eru það sem ég myndi vilja kalla innviði nýsköpunar. Ég seti þetta háskólar eru auðvitað ekki nýtt fyrirbæri en sem raun og veru innviður nýsköpunar, það tiltölulega þar sem háskólinn sjálfur sé vettvangur og innviðir til nýsköpunar, það myndi ég segja væri svona yngri hugmynd, talsvert yngri hugmynd og tiltölulega nýleg hugmynd. Og það eru alls konar samstarfsvettvangar og svona stuðningsumhverfi nýsköpunar. Þannig að þetta eru þá innviðir sem snúast, þá meta með það þannig að því innviðir eru raun og veru eins og sagði kerfi sem hjálpar samfélaginu að virka og leið aðgengilegt. Ég segja flestum með öllum þátttakendum í samfélaginu, hvort sem það eru einstaklingar, það getur verið einstaklingar, það getur verið fyrirtæki. Þannig að það er raunverulega aðgangur, það er ekki svona, valinn aðgangur. Það kostar gjarnan en það er eitthvað sem allir hafa aðgang að. Þannig í raun og veru, ef við tökum þetta saman, að þá er raun og veru verkefnið að endurnýja innviði og framleiðslukerfi og ná að nota það til þess að dreifa hagsæld heiminn. Og þá er spurningin, hvað þurfum við að gera til að ná árangri í þessu? Getum við bara haldið fram að gera það sama við höfum alltaf gert? Það er ólíklegt, það er þetta frægt, ég man ekki eftir hverjum það haft, að maður leysir ekki vandamenni að endurtaka það sama aftur og aftur. Hvað þurfum við að gera? Jú, það eru tvenns konar verkefni. Það er annars vegar, og þá fyrir okkur sérstaklega, það er annars vegar innviður og framleiðslukerfi á Íslandi. Þó að við stöndum kannski vel að vígi að mörguleyti, þá er þar verk að vinna fyrir okkur. Og svo er útflutningur og við erum auðvitað okkar lífsgæði byggja fyrst og fremst á útflutningi. Þannig að það er auðvitað bæði tækifæri til þess að láta gott þessi leiða og líka tækifæri til þess að viðhalda hagsæld hér. Þannig að þetta eru tvenns konar verkefni og aftur þá er mjög áhugavert að sjá hvað Orka náttúrunnar er að gera á þessum tveimur sviðum eða tækifæri sem liggja þar á okkar þekkingu einmitt á innviðum sem getur nýst annars staðar. Varðandi hugmyndir okkar um nýsköpun og hvernig hún gengur til og hvert hlutverk stjórnvalda þá má segja að það eru 3 meginhugmyndir eða 2 kannski meginhugmyndir sem hafa verið á lofti frá stríðslokum seinni heimsstyrjaldarinnar og svo er ein hugmynd sem nú að riðast til rúms á síðustu árum. Og svo fyrsta er þessi hugmynd um nýsköpun til hagvaxtar og sem byggir í raun og veru á, mér langar líka að bæta það við að allar þessar hugmyndir mótar svolítið af þeim tíðaranda sem á þeim tíma sem það koma fram auðvitað. Þó þær eigi sér rætur talsvert lengra aftur. En allavega eftir stríðið þá er þessi hugmynd um að nota nýsköpun til hagvaxtar og í raun og veru byggja nýsköpun á nýrri þekkingu, nýrri vísindaþekkingu og nýrri tækniþekkingu, en kannski fyrst og fremst vísindaþekkingu. Og þá var raun og veru hugmyndin svo að með því
auka við þekkingu okkar og hagnýta hana síðan, auka skilningu á náttúrunni og lífinu, að þá getum við í raun og veru aukið hagvöxt samfélagana með aðstoð vísinda og tækni. Og það var í rauninni starf sem fyrst og fremst fór fram í háskóla með rannsóknarstofnunum annars vegar og stærri fyrirtækjum hins vegar. Það voru stærri fyrirtæki sem hefðu bolmagn í raun og veru til þess að taka þessa vísinda þekkingu, umbreyta inn í tækni, vöru og þjónustu. Og hlutverk stjórnvalda væri í raun og veru fyrst og fremst að leysa svokallaða markaðsbresti. Það að segja, eðli þekkingar slíkt að þegar þekkingin komin úr flöskunni, við getum sagt sem svo, að þá hún raun og veru ókeypis til fyrir alla og þess vegna munu einkaaðilar eða fyrirtæki alltaf fjárfesta raun og veru of lítið í framleiðslu nýrrar þekkingar. Og það verður þá stjórnvalda að sjá það. Eða það að segja, þau gætu myndað mjög sterka hvata til hagvaxtar með því að fjárfesta í þekking og þróun og þá í grunnvísindum. Á 9. áratugnum þá hefur heimurinn aðeins breyst. Það alþjóðavæðingin í fullum gangi og raun og veru það kemur þessi hugmynd nýsköpun sem í raun og veru mikilvæg fyrir samkeppnishæfni þjóðríkja. Og í raun og veru líka átta menn sig á því að þekking ekki svona ókeypis og ferðast ekki svona frjálslega á milli eins og menn héldu áður eða gerðu ráð fyrir. Vegna þess að til þess að geta nýtt þekkingu, í fyrsta lagi þá gerist ekki sjálfkrafa að vísindaþekking verði að hagnýtingu. Hagnýtingin byggist á öðrum þekkingargrunni og þarf í raun og veru annan stuðning heldur en vísindarannsóknir. Þannig að það ekki nóg að styðja við vísindarannsóknir, heldur það þarf að styðja líka við eitthvað kerfi sem hjálpar til við að hagnýta nýja þekkingu sem verður til. Og til þess að geta hagnýtt þá ekki nóg að taka til sig nýja þekkingu, þú þarft að byggja upp þekkingu til þess að taka á móti þekkingu. Þekking einhver lítið þögul, hún yfirferðist ekki svona auðveldlega. Og þá verður hlutverk stjórnvalda að leysa kerfisbresti. Það að segja, ef að kerfi virkar ekki þá þarf stjórnvöld að koma að því. Og það það sem við höfum séð hérna á Íslandi meðal annars. Við erum að tala umhverfi nýsköpunar, við erum að tala stofnanir eins og Impru sem aðstoða frumkvöðla, vegna þess að þarna verður mann líka ljóst að ný fyrirtæki skipta gríðarlegu máli. Að það eru ný fyrirtæki sem eru mikilvæg til þess að nýta nýja þekkingu. Stóri fyrirtækin eru ekki hafa ekki eins mikilvægt hlutverk. Og að síðustu, og það það sem í deglunum núna, það þessi hugmynd nýsköpun sem afl umbreytingar. Og það það sem í raun og veru rímar mest við heimsmarkmiðin. Og það auðvitað samfélagslegu áskorunnar sem við stöndum frammi fyrir. Og það hugmyndur þáttakendunar, hún hefur líka breyst. Það ekki lengur fyrirtæki, atvinnulíf, fjárfestar. Það það sem við kallum hagaðilar og hagsmunaaðilar. Það almenningur, það félagasamtök, það miklu fleiri hópar sem þurfa að koma að nýsköpunni til þess að hún geti umbreytt á þann hátt sem við viljum. Og hlutverk stjórnvalda, hugmyndin hlutverk stjórnvalda hefur líka breyst. Það að segja ekki, og það ég ekki að segja að hlutverk stjórnvalda sé ekki að leysa markaðsbresti eða leysa kerfisbresti, eða það að segja hver hugmynd byggir á annarri, en að stjórnvöld þurfa að koma miklu ríkara því að forgangsraða. Það að segja, við getum ekki leyft nýsköpun að vera bara skemmtilega og sniðug, við þurfum að nýsköpun og skapa fjölbreytni og nýjungar á það sem okkur dettur í hug. Við þurfum að fókusera aðföngum samfélagsins að ákveðnum málefnum. Og stjórnvöld þurfa að stýra því í samráði við hagsmunaaðila. Það auðvitað gríðarleg áskorun. Og að raun og veru í stað þess að við séu, og það verður svona meira það sem við kallum nýsköpunar leiðangra, það svona mission driven innovation. Og þar horfa menn aftur til fortíðar, eins og menn gerur oft, kjarnorkusprengjunnar, ferðandi til tungsins, en leið, þá held ég að mönnum segja fulljóst að þær breytingar sem við erum að tala núna, það að fara til tungsins leikur einn með við það, jafnvel. Því það í eðlisínu svona tæknilegt vandamál frekar en samfélagslegt. Það sem áhugavert og það sem hefur verið að breytast líka hvernig þessi skil milli rannsóknar og framkvæmdar þróast. Og þetta finnst mér sérstaklega áhugavert, þetta eru rannsóknar sem ég hef lagt áherslu á síðustu árum. Annars vegar
í samvinnu við Tómas Filip, kollega minn í iðnaðarverkfræðinni og Vigdísi Hallgrímsdóttir. Við höfum stýrt hagnýtu rannsóknarverkefni þar sem Háskóli Íslands og Landspítalinn hefur unnið saman að því skipulagningu skurðaðgerða, vegna þess að áskorunin þegar við erum að breyta innviðum að við getum ekki slökkt á þeim og með við erum að búa til eitthvað nýtt. Við þurfum að halda þeim að gangandi meðan við erum að búa til eitthvað nýtt. Þannig að þessi spenna milli rannsókna og framkvæmda er mjög spennandi. Síðan hefur líka verið að rannsaka þetta með kollegum mínum út í Gautaborg, þar sem við erum að rannsaka samstarf Tjalmes-tækniháskólans, annars vegar við Sahlgrenska sjúkrahúsið og hins vegar við Volvo meðal annars, eða atvinnufyrirtæki. Þannig í lokin, kannski, endurtek, markmið 9 er áhugavert, það er ekki markmið í sjálfu sér, en það er gríðarlega mikilvægt til þess að ná þessari dreifingu velmegunar og að vernda jörðina. En áskorun hjá okkur krefst hún þess að nýsköpun sé beint í ákveðin átt, að við vinnum öðruvísa nýsköpun en við höfum áður gert og það verður áskorunin í framhaldinu að finna út úr því. Takk fyrir. Kærar þakkir, Rögnvaldur. Næst tekur til máls Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdastýra Orku náttúrunnar. Berglind lauk prófi í líffræði frá Háskóla Íslands, BS-prófi og síðan meistaraprófi í sameindalíffræði og 2004, ef maður rétt, og síðan MBA-prófi frá ESE í Barcelona 2008. Þau starfa víða í íslensku atvinnulífi, viðskiptaþróun, þar á meðal Landsvirkjun, Decode, Midas og hóf störf hjá Orku náttúrunnar 2017 og framkvæmdastýra síðan 2019. Innilega velkomin, Berglind. Takk fyrir og takk fyrir Háskóli Íslands að halda þessa áhugaverðu og mikilvægu fyrirlestraröð sem skapar vettvang fyrir umræðu heimsmarkmiðin, sem algjör lykill ef við ætlum að nota þessi heimsmarkmið til þess að þoka okkur í átt að betra samfélagi og í átt að betri heimi. Og takk fyrir að bjóða mér að vera með á þessu fundi. Ég hafði séð fyrir mér að Rögnvaldur væri þessi áhugaverði prófessor, svo kemur ég með þetta praktíska, en ég skal reyna að gera mitt besta til að vera líka smáhress. En þetta er náttúrulega bara allt mjög skemmtilegt, allar hliðar og áhugavert. Svona örstutt aðeins Orku náttúrunnar, áður en ég sný mér að málefninu, afsakið smá formateringa vandamál, en Orka náttúrunnar hluti af innviðum á Íslandi. Það sem við gerum ýmislegt, en af því að ég ætla ekki að tala mikið um fyrirtæki heldur fara í málefni, þá erum við í grunninn rafmagnsframleiðslu og sölu fyrirtæki. Við framleiðum rafmagn í 3 virkjunum, við erum með eina vatnsaflsvirkjun í Borgarfirðinum, Litla, og svo erum við með 2 jarðvarmavirkjanir á Hengilssvæðinu, Nesjavallavirkjun og Hellisheiðarvirkjun, þar sem við erum með, þær eru stærri, það eru 420 megavött þar af uppsettu afli, og í heildina framleiðum það bil 18% af rafmagninu sem framleitt á Íslandi. Jarðvarmavirkjanirnar okkar á Hengilssvæðinu, þær eru blandaðar, sem þýðir það að við framleiðum líka heitt vatn. Rafmagnið sem við framleiðum, við seljum það landið allt til heimila fyrirtækja, en vatnið, heita vatnið sem við framleiðum í virkjunum, því dreift á höfuðborgarsvæðinu og við útvegum það bil helming af því heita vatni sem notað á höfuðborgarsvæðinu. Svo gerum við ýmislegt annað og ég ætla að segja ykkur frá sumum af þeim verkefni sem við erum í sem hafa tengingu við umræðuefni dagsins, sem nýsköpun og innviðir. Heimsmarkmiðin mér finnst innleiðing þeirra hafa heppnast ágætlega hingað til, við erum komin aðeins í gang og mjög mörg fyrirtæki að nota þessi heimsmarkmið til þess að hjálpa sér og styðja við ákvarðanir og líka sem innan hús notkunarmarkmiðunum, en líka nota markmið mikið í umræðu utan hús, sem líka mikilvægt.
Orkuveita Reykjavíkur sem að Orka náttúrunnar er hluti af hefur verið að nota þessi heimsmarkmið síðan þau voru kynnt þannig 2015 og 16. Við höfum haft þau öll svona í bakgrunnum og tengt við okkar verkefni. En við höfum ákvaðum núna fyrir nokkrum mánuðum síðan að svona aðeins að skoða hvernig við getum notað þau áfram því við erum að fara að nota þessi markmið þá bara til 2030 og reyna að gera gagn á grunni þessara markmiða í gegnum okkar starfsemi. Og við fórum í smá vinnu sem að fóli sér að tala við mismunandi hagsmunaaðila markmiðin í samhengi við starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur. En Orkuveita Reykjavíkur er móðurfélag í eigu Reykjavíkurborgar og Akranes kaupstaðar og borgarbyggðar og dótturfélög í samstæðinu eru 4 núna, það er eitt nýtt sem að bættist við áramótin, en það eru Orka náttúrunnar sem að framleiðir og selur rafmagn, það eru veitur sem að eru veitufyrirtæki og sjáum að dreifa rafmagni, sjáum dreifing og sölu á heitu og köldu vatni og sjá líka fráveituna. Þriðja dótturfélagið er Gagnaveita Reykjavíkur sem sér ljósleiðarann á höfuðborgarsvæðinu og nýjasta dótturfélagið það er Carbfix sem var stofnað núna áramótin og ég kem aðeins segja ykkur betur frá á eftir. En það var áhugavert að sjá þessar niðurstöður. Samhljómurinn er ágætur hérna meðal stjórnenda og starfsfólks og er samstæðunar. Við leggjum öll áherslu á hreint vatn og hreinlætisaðstöðu sem er svolítið verkefni sem er að borði Veitna. Sjálfbæra orka kemur hérna sterk út í forgangsröðinni hjá þessum hópum. Aðgerðir í loftslagsmálum eru áberandi og það er athyglisvert að sjá jafnrétti kynjanna koma mjög sterkt fram líka. En erum að tala það í vídeóinu áðan. En það hefur verið lögð mikil áhersla á jafnrétti í samstæðunni í síðasta áratuginn sem hefur skilað sér í því að við erum komin frekar langt í jafnrétti hjá Orkuveitu Reykjavíkur í þessum kallaða geira sem að orku og veitu geirin er og starfsfólk er eðlilega mjög stolt af því sem að skýri það hversu sterkt það kemur fram hérna í forgangsröðinni. Og það er leita til orkuveitunar þegar verið að skoða jafnréttismál út í heimi en eins og Rögnvaldur sagði þá er líka mikilvægt að hugsa hvernig getum við nýtt það sem við höfum hér til þess að hjálpa öðrum samfélögum í rétta átt. En fókusin er aðeins annar hjá hagsmunaaðilunum, þau ranka ábyrga neyslu og framleiðslu mjög hátt. Ég ætla ekki að dvelja við þessu glæru og við erum svona núna að skoða hvernig við vinnum síðan áfram með þetta og skerpum fókusin á því hvernig við vinnum með markmiðin. En það vakti athygli mína og örugglega ykkar líka, nýsköpun var ekki þarna efst. Ég var pínlítið hissa á því, en ég gæti verið eina ástæðan gæti verið svo að nýsköpun er svo mikill þáttur í öllu hinu, eins og Rögnvaldur kom aðeins inn á líka. Nýsköpun er mikilvæg í öllum hinum markmiðum í rauninni. Ég ætla að leyfa mér að útskýra þetta þannig. Þannig að nýsköpun er mjög mikilvæg í starfsemi fyrirtækjanna. En mér finnst það erfitt að tala nokkurn skapaðan hlut í dag á þess að tengja það við þetta samfélagslega vandamál sem við stöndum frammi fyrir og erum sammála það að við þurfum að gera allt sem við getum til þess að leysa það. Og það er loftslagsváin. Það má skipta, það má segja að við þurfum að gera heilt yfir 3 hluti til þess að geta náð árangur hér. Og það er fyrst að skipta út mengandi orkugjöfum fyrir endurnýjanlega orku. Við erum með þekkta tækni sem gerir okkur kleift að framleiða orku á umhverfisvænan hátt, þannig að við þurfum spurningum að framkvæma þarna. Svo í öðru lagi þá þarf þessa hugarfarsbreytingu sem við erum mikið farin að tala og þurfum að taka lengra. Þurfum að nota minna, þurfum að nota öðruvísi og nýta betur. Þurfum að hugsa meiri hring heldur en línulega heldur en við höfum verið að gera áður og í rauninni að taka ákvarðanir út frá losun koltvísýrings. En svo er það nýs og þessi efstu 2 hlutir eru svolítið að gera það svipað og höfum verið að gera en samt öðruvísi. En nýsköpunin er algjör lykill vegna þess að hún er það sem mun gera það að verkum að við getum tekið stökk í því að tækla vandann og náð árangri hraðar heldur en við getum gert með þessum aðferðum sem við höfum í dag. Og þess vegna er þetta svo mikilvægt og það er þessi mission driven innovation sem að Rögnvaldur kom líka inn á.
Og ég ætla aðeins að tala þau verkefni sem að Orka náttúrunnar hefur verið í og tengjast þessu málefni með beinum hætti. En það í fyrsta lagi verkefni sem að veru kannski hvað þekktust fyrir í dag og það uppbygging innviða fyrir rafbíla. Við tókum það verkefni að okkur 2014 þegar það var orðið ljóst að rafbílar voru orðnir nógu góðir fyrir almenna notkun, tæknin var komin og voru í kringum 100 rafbílar á Íslandi þá og þannig það var lítil eftirspurn eftir þessari þjónustu. Þetta eru dýr tæki, þau kosta mikið í innkaupum, það kosta mikið að setja þau upp og það kosta líka að reka þau og þjónusta þau, en það þurfti einhver að taka þennan bolta og við gerðum það og höfum verið í þessari vinnu síðan. Nú komin hreyfing í umhverfinu, það eru fleiri farin að hafa áhuga á þessu verkefni sem frábært. Þannig að við erum svona að skoða hvernig við tökum næstu skref, en þessi vinna hefur öll verið styrt af Orkusjóði, styrt af ríkinu. En samgöngur framtíðarinnar og innviðir fyrir þetta mun líta öðruvísi út í framtíðinni heldur að gerir í dag. Það mjög ólíklegt að við erum bara með rafmagn í samgöngum. Það mjög líklegt að þetta verði blanda af orkugjöfum. En við eigum eftir að sjá hvernig þetta þróast, en það alveg of snemmt að ákveða og veðja á hvern einn orkugjöf í dag. Þetta þarf að fá að þróast og gerjast. Vetni líklegt þess að verða einn hluti af samgöngum framtíðar, sérstaklega fyrir þungaflutninga og skipasamgöngur, mögulega flug. Og Orka náttúrunnar í samstarfsverkefni sem styrt af Evrópusambandinu. Okkar hlutverk í því verkefni var að byggja vetnisframleiðslu við Hellisheiðarvirkjun. Og inn í þessum styrk var líka uppbygging á 3 dreifistöðvum fyrir vetni því það að dreifa því til endanotenda. Og það verður áhugavert að fylgjast með þessari þróun, en hún svona frekar stutt komin í dag og spurningum svona hvenær hún fer almennilega á flug, frekar en hvort. Þessa mynd fekk ég lánaða hjá Veitum, systurfyrirtæki okkar, og hún sýnir þessa innviði sem eru svo mikilvægir. Það er dreifingin á rafmagninu sem kemur út innstungurnar, þetta er dreifingin á heita og kalda vatninu sem kemur út úr krananum og fráveitan. Við hugsum ekkert þessa innviði alla nema þegar þeir bila og þá það eitthvað sem er mjög alvarlegt og allt líf okkar, daglegt líf og atvinnulíf byggir á því að þetta virki. Það mjög mikið af nýsköpunartækifærum í þessu kerfi sem að Veitur eru mikið að skoða. Við erum í þeirri lúxusaðstöðu hérna á Íslandi að verkefni hér í rauninni að ná fram betri nýtingu og hagræðingu í innviðum, meðan þróunarlöndin í rauninni án til dæmis mörg fráveitu. Og það eru líka mörg verkefni í gangi þar sem verið að þróa nýja lausnir til að hjálpa þróunarlöndunum. Hér snýst þetta að gera þau snjallari og nýta þau betur til dæmi, bara til að nefna eitt dæmi. Því ég sé á ég bara 9 mínútur eftir og ég lofa að vera á réttum tíma, svo við höfum tíma fyrir umræður. Það var bara einfalt dæmi snjallmælavæðing rafdreifikerfisins. Þetta þekkt tækni, að hann á eftir að innreiða fullu hér sem að Veitur hyggst gera á næstu 5 árum eitthvað svoleiðis, kostar 5 milljarða. Þar eru tækifæri til að nýta rafmagnið betur með því að verðstýra notkun og þá verður rafmagnið ódýrara á nóttunni og þar með rafbílaeigendur til dæmis hvattir til þess að hlaða bílana sína heima hjá sér á nóttunni og þá minnkar þessi dægursveifla sem á notkun rafmagns og notkunin verður stöðugri sem að þýðir það að það þarf minna afl til þess að uppfylla rafmagnsþörfina sem að þýðir það að það þarf að fjárfesta minna og virkja meira vegna þess, og það gott vegna þess að umhverfisvænasta rafmagnið rafmagnið sem þarf ekki að framleiða. Nýsköpun í tækniþróun líka mikilvæg og við erum með virkjanir okkar, þetta eru stórar virkjanir, þetta dýr tækjabúnaður, stórir íhlutir, þetta eru risatæki og risaíhlutir og það mikilvægt að þróa nýjar leiðir í þessu tæknu umhverfi til að nýta þessa fjárfestingu betur. Og þar eru við í samstarfsverkefnum alþjóðlegum með fyrirtækjum og stofnunum út í heimi. Þessi verkefni hér sem að snúast að finna nýjar aðferðir til að húða, til að auka nýtni og afkastagetu tækja.
eru innan í samstarfi líka við Háskóla Íslands og við samvinnu við Nýsköpunarmiðstöð. Og þetta svona, við erum að horfa svolítið fram á veginn hér. Við höfum líka sett upp okkar eigin vélavegstæði við Hellisheiðarvirkjun. Upphaflegi hvatinn að þessu var í rauninni sparnaður að spara pening. Og niðurstaðan hefur verið svo að við höfum sparað pening og við höfum gegnum þetta verkstæði skapað áhugaverð störf. Þetta eru svona sérhæfð tæknistörf, mjög sérhæfð. Og við höfum líka dregið úr kolefnisspori framleiðslunnar vegna þess að við þurfum ekki lengur að flytja þessa risastóru hluti til útlanda til þess að gera við þá eða skoða þá. Og ég ætla aðeins að segja ykkur frá jarðhitagarði Orku náttúrunnar. En við erum með rafmagnsframleiðslu, 303 megavött uppsetta afl á Hellisheiði og framleiðum þetta rafmagn með jarðvarma. Og þegar við borum og tökum upp gufu til þess að búa til rafmagnið, að þá losna fleiri efnastraumar heldur en eru almennt nýttir til fullnustu í dag. En sem betur fer þá og þetta kallað fjölnýting, að nýta alla þá strauma sem að koma upp úr jörðinni. Þess þróun komin vel á veg til dæmis í Svartsengi hjá HS Orku og við erum líka á þessari vegferð hjá Orku náttúrunnar að nýta betur auðlindina, nýta það sem til fellur. Og þessi nálgun hún líka svolítið kallar á nýsköpun því að það er ekki fyrirtæki sem að bíða eftir því að fá tækifæri til þess að nýta strauma í nálægð við jarðvarmavirkjun, heldur kallar þetta á nýja nálgun. Og við höfum gert þetta þannig að við erum með deiliskipulagt land við Hellisheiðarvirkjun sem er með mismunandi stærð og hentar með mismunandi gerðum framleiðslu. Og við viljum bara umhverfisvæna framleiðslu á þessu svæði, bara framleiðslu sem leggur áherslu á sjálfbærni og með þunga áherslu á umhverfisþátt sjálfbærninnar. Hérna, sjáu þið hérna, þetta svæði hér, þetta er tilraunasvæði þar sem við erum með vísi að innviðum, svona nýsköpunar innviði, þar sem er aðgangur að straumum sem koma frá virkjunni til að gera tilraunir í. Og það er best að útskýra allt með dæmum og þess vegna ætla ég aðeins hérna sýna skematíska mynd af jarðhitagarðinum áður en fyrir dæmið. En hér er það sem kemur upp, þetta er borhola og hér kemur allt upp úr jörðinni, fyrir gegnum virkjunina og hér fyrir rafmagnið sem Orka náttúrunnar selur til viðskiptavina allt land. Og hér er heita vatnið sem veitur dreifa og selja til íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru 2 efnastraumar hér sem hefðbundnu. En í jarðhitagarðinum er boðið upp á miklu fleiri efnastrauma og þeir eru 6 og þetta er þá fullnýtingin. Og hér er dæmi, fyrirtæki sem heitir Algenovation, Orka náttúrunnar var í samtali við þetta fyrirtæki í dálítinn tíma í samstarfi við Íslandsstofu og þau komu til landsins árið 2017 og settu upp aðstöðu við Hellisheiðarvirkjun í þessu tilraunaumhverfi sem við höfum sett upp sem er í rauninni gámar, frekar svona frumstætt en það bara gerir sitt gagn og hefur sýnt sig að það gerir gagn. Þau voru í 1 ár að gera tilraunir með ræktun á örþörungum og niðurstaða tilraunanna var svo að þetta gekk vel, íslenskar aðstæður henta vel til þess að framleiða þessa örþörunga og nú eru þau búin að byggja hér fyrsta fasa af framleiðslu einingu þar sem þau framleiða örþörunga inn í svona plexigler þinnum í rauninni. Og þetta eru örþörungar sem eru næringarríkir, það er mikið af fitusýrum í þessum örþörungum og það er mikið af prótíni. Og þetta finnst mér og okkur með spennandi verkefni og erum mjög ánægð með þennan viðskiptavin vegna þess að þessi aðferð til að framleiða næringarefni er sjálfbærari og er ekki eins aðgangshörð á auðlindir jarðar eins og hefðbundin matvælaframleiðsla. Örþörungar eru mjög líklegir til að verða mikilvægur hluti af fæðuframboðinu í framtíðinni. Það er miklu minna vatn til að framleiða næringarefni með þessum hætti og miklu minna land.
Þannig að þetta, það verður mjög spennandi að fylgjast með þessu fyrirtæki og þetta er mynd af aðstöðunum þeirra upp á Heiði. Og svo er að komið að Carbfix verkefninu sem hefur verið mikið umtalað í vísindasamfélaginu lengi og er núna á svona flestra vitorði sem betur fer. En þetta er aðferð sem að þróið að vísindafólki Orkuveitu Reykjavíkur í samstarfi við Háskóla Íslands sem er þessi forsprakkan í salnum og var upphaflega þróað til þess að leysa vandamál með brennisteinsvetnismengun. En hún var þróuð þannig að hún leysi bæði brennisteinsvetnismengun og koltvísýringsmengun. Í stuttu máli að þá gengur þetta út af það að taka gasið, mengandi gasið sem kemur út úr til dæmis Hellisheiðarvirkjun, því að þó að þessi lítil losun frá okkar starfsemi, 7 grömm á kílóvattsstund, þá eru samt einhver. Kolaorkuver mengar 800 grömm á kílóvattsstund með okkur 7, en það er samt mikilvægt fyrir okkur og öll önnur fyrirtæki að taka ábyrgð á eigin losun og það er það sem við erum að gera með Carbfix aðferðinni. Þetta er alveg frábært dæmi nýsköpunarverkefni sem var ekkert fyrir sig að endilega myndi skila einhverju en hefur núna skilað því að við erum komið með aðferð sem er ódýrari en aðrar aðferðir og öruggari en aðrar aðferðir til þess að dæla niður eitruðum lofttegundum. Orka náttúrunnar er ennþá eina fyrirtækið í heiminum sem er að nota þessa aðferð í daglegum rekstri. Það hefur gengið mjög vel. Það krefst ekki mikillar vinnu að reka þessa loftræstistöð og við erum núna að taka næstu skref í hreinsun að bæði á Hellisheiði og Nesjavöllum í samstarfi við vísindafólk Orkuveitu Reykjavíkur. Og nú er búið að stofna dótturfélag í kringum þetta verkefni sem var og er mjög gott skref og hún Edda Sif Pind Aradóttir sem var í vídeónu hérna áðan er framkvæmdastýra yfir því fyrirtæki og því félagi. Og tilgangurinn með því félagi er að gera fyrirtækjum á Íslandi og erlendis kleift að nota þessa aðferð til þess að taka ábyrgð á eigin losun. Og þegar Rögnvaldur var að tala nýja innviði þá var hann svolítið með Carbfix í huga. Og það verður áhugavert að sjá hvort að þetta verkefni þróast þannig að Carbfix verði í framtíðinni verði hluti af venjulegum innviðum. Að fyrirtæki sem að menga, þau eru þá með Carbfix við hliðina til að dæla niður. Og hér er nýsköpunarfyrirtæki sem er upp á Hellisheiði líka sem þróuðu aðferð til þess að fanga koltvísýring úr andrúmslofti og við dælum svo niður með Carbfix aðferðinni. Þau eru núna á tilraunastigi og hafa verið að gera tilraunir í samstarfi við vísindafólk OR. Það samstarfi hefur gengið vel og þetta gæti orðið viðskiptavinur í jarðhitagarði og sem er þá að losa andrúmslofti við koltvísýring og dæla því niður. En að því að Rögnvaldur lofaði er þessu skemmtileg, þá ákvað ég að enda á einu brandara, en það er samt alvarleiki á bak við þetta. Og þessi glæra, hún snýst 4. iðnbyltinguna, margumtöluðu. Og mér langaði svona aðeins að ávarpa það, vegna þess að það er svo mikilvægt þegar við erum að tala nýsköpun og 4. iðnbyltinguna og bara alla framþróun í samfélaginu, að við höfum alltaf loftslagsvána sem þátt í því hvað við ákveðum að gera og hvernig við gerum það og koltvísýringslosun. Í dag þá eru við frekar sem einstaklingar og fyrirtæki ómeðvituð umhverfisáhrif okkar stafrænu neyslu en ég held að það muni breytast mjög hratt. Þá þakka ég kærlega fyrir mig og hlakka. Kærar þakkir, Berglind. Þá er komið að spurningum úr sal og umræðum og við höfum 10 mínútur í það, svo að ég bara bið á sem hafa spurningar eða vilja ræða ákveðna þætti að gefa merki. Enginn sem vill gefa sig fram. Já, Ásdís, gerðu svo vel. Það eru hljóðnemar hér í salnum. Komið sæl.
Ásdís heiti ég og er sérfræðingur í forsætisráðuneytinu. Kæra þakkir, þetta er búið að vera frábærlega skemmtilegt. Takk fyrir Rögnvaldur Berglind. Ég kem úr félagsvísindum og mig langar svolítið að spyrja þessa samfélagslega vinkil vegna þess að Rögnvaldur, þú byrjar á því að segja að markmiði væri dreifing hagsældar og verndun jarðarinnar og við vitum að þetta eru stór pólitísk mál og ég einhvern veginn treysti verkfræðingum þessa heims mjög vel til þess að finna lausnir á alls konar vandamálum. Mér langar að spyrja til dæmis nýsköpunarfræðin, hvernig fjalla þau eða koma þau inn á þessar samfélagslegu áskoranir og samfélagslegu nýsköpun sem að hlýtur að felast í þessum samfélagslegu áskorunum sem við erum að horfa á. Já, takk fyrir þetta Ásdís. Nýsköpunarfræðin er mjög upptekin af þessu vegna þess að þau átta sig á því að og ég held að Magnús Karl hafi komið inn á það líka í fyrri fyrirlestri að það er ýmislegt sem við vitum og þekkjum og kunnum sem ekki er notað. Það er raun og veru, það dreifist illa, það dreifist ekki og það eru aðri þættir, þessi samfélagslega þættir skipta máli. Og nýsköpunarfræðin eru mjög upptekin af því, meðal annars að hvernig, að því menn átta sig alveg að því að við stöndum frammi fyrir einhverju sem við getum kallað svona paradigm shift. Andri Snær hefur kallað þetta, ég man ekki hvað hann kallar þetta reyndar á íslensku. Hann var komið með íslenskt orð yfir það sem er mjög slæmt ég skal ekki muna því að það er hluti einmitt á orðræðinu að breyta þessu. Að hlutverk hvað við segja, nýsköpunar eða það að segja til þess að nýsköpunar eigi sér stað þá þarf að breyta ákveðnu svona stofnunum. Það þarf að breyta ákveðnu hvað við segja, orðbragði, það þarf að breyta regluverki auðvitað, en í raun og veru alls konar óformlegum stofnunum og viðmiðum og normum og svoleiðis sem eru auðvitað viðfangsefni félagsfræðinnar og þannig að en ég held að það sé líka hluti af því að nýsköpun er ekki bara verkefni verkfræðinga, hefur kannski aldrei verið það. En er það ennþá síður í dag þegar þetta snýst ekki lengur, eða lengur getum við kannski sagt að verkfræðingar finnum eitthvað sniðugt og svo velti fyrir sig hvernig þetta nota það. Heldur að við áskorunin er svo að nú þurfum við að beina orkunni, eða ég túlka þannig, ég er ekki að segja þessi mín skoðun, en það er þessi pólitíska kannski spurning, er að verðum við ekki núna að hætta að leika okkur að fara að gera eitthvað sem þarf að gera. Þú veist, þetta er verkefnið. Og verðum við ekki beina kröftunum þangað í staðið þess að trúa því að ef við höldum áfram að leika okkur þá komum við eitthvað sniðugt sem að muni síðan leysa vandamálið. Og það held ég að áskorinn svolítið snúist og hún verður mjög fljótt held ég pólitísk. Af því ég er alveg viss það í háskólasamfélaginu líka af því að ég áttur að spá því, eða ég spái því, ekki eftir að spá því, heldur ég spái því að alveg eins og gerðist í svona þessum nýsköpunar leiðungrum sem við séð hingað til, þá hafa vísindamenn verið teknir úr sínum verkefnum í að auka skilning á heiminum í mjög praktist og hagnýtt verkefni. Þeir hafa verið teknir með beinum hætti í hagnýttu verkefnin og það hefur skilað ansi miklum árangri, en það er ekkert endilega víst að það er það sem þeir vilja gera. En kannski þörfin á því. Berglind, vilt þú bæta við? Takk. Já, kannski út frá svona sjónarhóli fyrirtækja. Ég fór að það er mjög mikilvægt einmitt eins og Rögnvaldur nefndi að fyrirtæki séu það endanum eru mörg verkefni sem að fara í framkvæmd þar og það er svolítið lykill, það er verið að eyða fjármagninu og ákvaða hvaða verkefni á að fara í og ég tók eftir því að var að undirbúa mig fyrir þennan fund, þá fór ég á þennan fína vef sem heitir heimsmarkmiði.is sem er mjög svona aðgengilegur og þægilegur og tilgangurinn með honum er að stuðla að umræðu í samfélaginu heimsmarkmiðið og það sem er að gerast þar og svona inspirera hvort annað og það voru svona leiðilega fá verkefni þar inni þannig að ég myndi kannski nota tækifærið og hvetja fyrirtækis til að setja verkefni þarna inn til þess að sýna hvað er verið að gera. Þetta er ekki keppni í því hver er bestur, þetta má ekki vera það, heldur þarf að vera bara þurfum við öll að leggja okkar á mörkum til þess að sameiginlega ná sem bestum árangur á grunni þessara markmiða og það voru fyrirtæki með verkefni þarna en þau voru öll í opinberri eigu og ég veit að það er mjög mikið að gerast hjá einkafyrirtækjunum líka þannig að það væri mjög gott fyrir málefnið ef við myndum vera duglegir að deila upplýsingum. Takk hérlega fyrir. Sigurður Reynir.
Takk hérlega. Sigurður Einar Gíslason heiti ég og einn af frumkvöðlum Carbfix hérna með Háskóla Íslands. Kæra þakkir fyrir frábær erindi og mér langar að benda á eitt það sem að Berglind tæpti á hann í lokin, þetta samstarf við Climeworks. Climeworks er fyrirtæki sem að fanga koltvíoxíð beint úr andrúmslofti, ekki úr strompi. Tæknin til að fanga koltvíoxíð úr strompum hafa verið þekkt frá 9. áratugnum. Við höfum bara ekki haft dug í að beita þessari tækni og þess vegna vex koltvíoxíð styrkurinn í andrúmslofti og kemur til með að gera það næstu áratugi. Þá blasir það við að seinni hluta þessari aldar þá þurfum við að hreinsa andrúmsloft. Við þurfum gassugur. Og í því miður felst í því geysilegt tækifæri og þetta samstarf orkuveitana og Climeworks magnað því að fram til þess að Carbfix tækifæri hérna á Íslandi miðast kannski við, við hreinsum hérna útblástur orkuverum, álverum og svo framvegis við kannski að tala 2 til 4 milljónir tonna. Ef við förum að hreinsa allt koltvíoxíð úr andrúmslofti þá erum við að tala 10 gigatonn á ári. Þetta svo stór stærð að það alveg makalaust og það óháð upprunastað. Það getur leitt til þess að í framtíðinni getur þetta orðið stór iðnaður á Íslandi að hreinsa andrúmsloft. Þá í stað þess að byggja orkuver til þess að knýja Bitcoin stöðvar eða eitthvað á svipuðum nótum, að þá ef komið stór samfélagslegur sjóður hjá Sameinuðu þjóðunum, að þá í stað þess að reyna að flytja orku til meginlands eins og sæstreng, þá notum við þessa orku hérna til þess að knýja lofthreinsustöðvar. Og þetta er svona framtíðarsýn hérna möguleikann á Íslandi. En aðeins í sambandi við orðræðuna og hvernig við þurfum að taka orðin utan þetta, það er alveg agalegt að við höfum ekki sama orðið fyrir CO2. Ég nota koltvíoxíð, við höfum heyrt hér koltvísýring, koldíoxíð og koldíiðildi. Og þetta fólk svo feimið þegar að fara að tala koltvíoxíð eða CO2. Við þurfum að reyna að sameinast eitt orð yfir þetta allt saman. Og ég legg til að við notum koltvíoxíð. Takk fyrir. Við höfum tíma fyrir eina stutta spurningu ef einhver hér með. Já, gerðu svo vel. Kristín, síðasta spurning. Takk fyrir frábær erindi. Ég alveg hálfur alllaus en mikrofóninn kemur þessari spurningu vonandi skila. Ég var svolítið hissa, Rögnvaldur, að ég heyra svona mikla áherslu í þinni túlkun á heimsmarkmiðinu á efnislegri velmegun. Nú eru Norðurlöndin til dæmis öll að vekja athygli á því hvað alltaf mikil áhersla á þetta efnislega í okkar hagkerfum. Núna á upplýsingaöldinni getur aðeins útskýrt betur hvað þú átt við með þessari efnislegu velmegun sem að þér finnst heimsmarkmiðin leggja áherslu á. Takk fyrir. Nei, það er einhver ekki það sem ég var að segja held ég að heimsmarkmiðin leggja áherslu á efnislega velmegun. Heldur markmið 9 og þá er orðið hagsæld sem prosperity er enska orðið. Það er að segja en markmið 9 leggur áherslu á dreifingu efnislegra gæða, myndi ég orða það. Það er að segja á hagsæld og það er þessi efnislegi þáttur sem er áherslan í markmiðinu. Og það er þá raun og veru túlkun hjá mér. Það er að segja við ætlum að taka markmið alvarlega, ekki bara grípa það einhvern veginn á lofti og já, þetta snýst nýsköpun. Heldur, það er þessi nýsköpun sem það snýst nýsköpun sem að gera það verkum að við getum dreift efnislegum gæðum heiminn án þess að leið vernda jörðina. Og ég held að það sé kannski meginpunkturinn, en alls ekki fyrir markmiðin í heild. Jæja, kæra þakkir. Þá bara komið að lokum hér og ég vil bara fyrst þakka Berglind og Rögnvaldi fyrir frábær erindi eins og hér margoft komið fram og ég vil líka þakka Forsætisráðuneytinu fyrir samstarfið sem skiptir okkur verulegu máli. Þakka ykkur öllum fyrir að koma. Við munum kynna hér næstu erindi núna bara mjög fljótlega. En ég vil líka vekja athygli á því úr því að Rögnvaldur nefndi þetta með Magnús Karl og fyrsta erindi sem var hér að öll erindin eru á vef Háskóla Íslands. Þetta í streymi hérna núna og það hægt að fara inn á þetta aftur til að hlusta. Svo það kjörið tækifæri. En það bara frábært að sjá svona marga hér í dag.
og ég bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk.